sammála, þetta einn vinsælasti tónlistarmaður Íslands í dag, heitir Ásgeir Trausti og hér með lagið Dýrð í dauða þögn. Það mánudagur, klukkan orðin rúmlega 4 og Auðun Blöndal og Björn Bragi sestir hér í stúdíó FM 957 og ég ætla bara að byrja að bjóða velkominn, Bjössi. Takk fyrir Auðun Blöndal. Hvernig ertu þennan drottins dýrðar mánudaginn? Ertu feskur? Þú veist að drottin hefur gefið mig góðan dag í dag. Já, þú ert rosalega saklaus og sætur að sjá. Við erum alveg hreinskilin. Þú ert ekki með neitt gel í hárinu? Nei, ég er að vinna með útlitið saklaus og sætur í dag. Já, og það er bara að svín virka hér. Takk. Það er svona, þegar ég horfa þér núna, þá finnst mér eins og sett góðu drengur. Já, þér finnst það ekki alltaf. Ég er náttúrulega veit betur. Já. Ég veit allan viðbjóðan þig, en svona, ef ég var að sjá þig í fyrsta sinn núna, þá myndi ég hugsa, wow, herru, þessi Björn Bragi. Þetta er greinilega topp eintak. Þannig að það þarf ekki meira en bara að setja ekki gel í hárið og þá er maður búin að blekkja þig. Nei, þú ert líka einhvern veginn bara húðin og svona, þú ert bara eitthvað saklaus að sjá í dag. Nú, já. Og ég er mjög ánægður með það. En svona, að því ég er ekkert mikið að vinna með gel og annað. Gerur þetta oft, að setja ekkert í hárið, eða varstu bara að gera þetta fyrir mig? Ég var bara að hugsa bara nú vill Auðun sjá mig saklausan og sætan, þannig að ég sleppi því að ég reyndar að setja aldrei gel, ég setja vax. Já, ok. Það er svona þegar krakkarnir að leika eitthvað með núna. Krakkarnir að vinna mikið með vax, svona þessar myndir, sko. Gel er dött. Já, varst þú ekki bara með svona briljantín og eitthvað? Þú varst á einhverju grístímabili þegar þú varst ungur. Já, ég er náttúrulega að verða 60 ára. Nei, ég var að vinna svolítið með gel. Ég man eftir einhver svona fjólubláu geli sem var miklu uppáldið á mér. Og síðasta geldolla mín, ég átti hana mjög lengi. Ákvað að geyma hana. Og það var appelsínugult fudge. Ég veit ekki hvort það sé dött í dag. Já, það er gott. Það er góð lykt af því. Já, ógeðslega góð lykt af því. Ég er einmitt ég var að kaupa eitthvað fudge vax daginn sem var reyndar í öðru sér umbúðum heldur en þetta appelsínugula. Ok, eru fudge ennþá sterkir? Fudge eru sterkir á hármarkanum. Veistu hvernig ég snóðaði mig, tók að mér hárið, svona fyrsta sinn? Mér vonaði að það verið eitthvað svona kannski á aðfangudagskvöld eða eitthvað svona dramatískt. Það var... Ég ætlaði eins og á klósett. Það var mánuð fyrir amma, það var 8. júní, ég ámæli 8. júlí. Já. 8. júní 2004 rakaði ég með sköllóttan. Var það svona snemma, 2004? Ég hef ekki satna hárið síðan. Jesus. Já, 24 ára gamall að verða. Kveði ég þetta. Og þú ert ánægð með það í dag? Ég hef ekkert ánægð með það, ég bara get ekkert annað. Já. Ég hef bara ekkert þetta að segja, því miður. En við erum með topp þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Til þess að við myndi að segja veisla framundan og þar eru fasti liðir eins og sturla staðreyndir. Netmisnotkunin kemur núna inn í fyrsta sinn eftir smá pásu. Já. Og hún er virkilega góð þessu sinni. Það eru nokkri sem koma fyrir þar. Við erum með Barnalandi á sínum stað, eða The Land of the Children. Það er Björn Bragi sem sér þann lið eins og herfóringi. Svo ætlum við að fara í pick-up línur hér og eftir. Já. Þú ætlum aðeins að ræða svona hvaða pick-up línur virka, hvaða pick-up línur við strákarnir notum og svona. Og fleira, þannig að svo kemur hann Geir Ólaf líka til okkar hér seinni partin í dag, þannig að það er, bara veisla framundan. Geir Ólafs, hann var að gefa út plötu og það er ýmislegt sem við getum rætt við hannum. Já, heldur betur. Hendur hann í hraðaspurningar og svo ég líka, hann er auglistur út allt, ég ætla að spyrja Geir Ólafs hér eftir, ég ætla að fara aðeins bara á ekkert beint trúnó með honum. Smá trúnó. Já, en málið er að plötunar hans, ég held að hann er aldrei farið í gullplötu eða eitthvað þannig og ég veit ekki hversu mikið plötunar seljast. Nei. En hann hefur einhvern veginn alltaf efnað að auglýsa þetta alltaf vel og svona, ég er pínu forvitin hvað hann sá peningu kemur. Já. Ef ég var að hreinskilin. Já. Og við ræðum við hann um allt milli himins og jarðar. Er þetta ekki ferskur annars eftir helgina, Bjössi? Jú, ég er rosa ferskur. Var þetta róleg og kósi helgi þar? Já, ég er ánægður að vera komin hingað til þín. Gott. Ég fílaði allavega í tætlu þar að koma út á sínum tíma. Bjóð til minn eigin dansvið og svona. Hvernig var dansinn? Nei, ég er að greinast. Samt ekki dansviða. En flott lag engu að síður. Daring Gone hér með T.I. og Justin Timberlake. Ertu ekki að fíla þetta? Jó. Skil ekki, ég hef aldrei spilað þetta í FM 9 blöð áður. Fíla þetta lag. En það er komið hér að slúðurpakka dagsins og ég er með fínasta slúður handa ykkur kæru hlustendur. Ég segi eins og Pitbull, let it rain over me. Já, ég ætla að láta slúðurinn rigna yfir ykkur núna eftir, rólega helgi í slúðurinn og þá er alltaf að gerast núna. Ég ætla að byrja að segja ykkur hér frá Sean Penn, en hann er núna orðaði við söngkonuna í Florence and the Machine, hanna Florence Welch. Ég held að hann verið orðaður við The Machine. Já, hérna söngkonuna hennar. Takk fyrir hennar brandara. Sean Penn, hann er 52 ára og Florence Welch, sem er mitt í hljómsveitinni Florence and the Machine, er 26 ára. Þannig að það er helmingsmunur hann á þeim, aldursmunur. Já.
Já, hann sem sagt 2 árum eldri en hún. Hann var nú einu sem með Madonnu. Já, giftist henni. Já. Og hann var líka með Scarlett Johansson daginn, Sean Penn, þannig að þetta einhver fóli, enda, sko, Sean Penn eitraðu töffari. Það ekki að taka það á honum, sko. The Pen. Ja, The Pen, geðu ykkur leikari. The Punisher. Og þau eru vist eitthvað hittast og eru bara hamingjusum samkvæmt vinum og vandamönnum og vonandi þetta bara... FM 95 Blö, Oscar, Sean Penn og Florence. Já, góðrar lukku. Florence Welch, bara allsins besta. Það rétt, Bjössi, takk fyrir þetta. Svo það Selena Gomez og Taylor Swift, en þær hittust núna helgina. Getum við ekki verið með svona eitthvað, þú veist, Selena Gomez eða Gómarinn? Já, og Taylor Swift eða Swiftarinn. Swift Master, eitthvað svona, veldu. Suzuki Swift. Þær eru góða vinkonur og Selena Gomez sem sagt fyrirvændi kærastannars Justin Bieber. Þau hættu saman hérna í vikunni og svo hnakk rifustu fyrir framann fullt af paparazzium á föstudaginn. Sem sagt Justin Bieber og Selena Gomez fóru út að borða saman. En þau náðu ekki einu svona að bíða eftir forréttunum áður en allt fór í hund og kött og fóru frá sem sagt veitingastann í sikur í lagi og strax á laugardagskvöldinu og þá var Taylor Swift mætt til Selena Gomez. Þær fóru saman út að borða og hún var eitthvað að hugga hana og hvað betur en að fá Taylor Swift til þess að hugga þið því að sú stúlka gerir ekki annað en að semja lögum þegar fólk hætti saman. Já, ætlum við tekið gítarinn og sungið smá country. Já, Never Getting Back Together og eitthvað svona kjaftaði. Já. Og meira af Taylor Swift en hún nú sjálf byrjuð að deyta og hún vist að deyta Harry Styles úr One Direction. Gaurinn alltaf með svörtu krullunar. Já. Nema það hann nú vinsæll. Já, hann mjög vinsæll og hann var með Natalie Imbruglia daginn. Hann 18 ára þessi gutti og hún 37 ára. Það nú eitthvað. Já, ég var alltaf ríkilega skotin í Natalie Imbruglia. Þegar hún leikir nágrunum og var Beth. Torn-tímabilið hennar. Já. En hún var bara með Harry Styles daginn sem bara krakki. Pældi, Harry Styles var ekki einu svona fættur þegar Natalie Imbruglia var Beth í nágrunum. Nei, svipuðum tíma. Okay. Hann hefur verið að fæðast á og hann að hitta núna Taylor Swift og Taylor Swift strax farin að kenna á því hvernig að vera með einum af söngurum One Direction því hún byrjað frá líflátshótanir frá æstum aðtándum og stuðningsmönnum Harry Styles. Já, það gerist alltaf þegar þessir gæjar byrja með píum, þær fá líflátshótanir. Já, bara Justin Bieber byrjaði með þessari Selena Gomez þá ætla allar að drepa hana og þetta hressandi lið. Hvað, þetta lið á einhverju lyfjum eða? Ég veit það ekki sko. Það á einhverju. Já, ég meina, hefur einhvern veginn haldið svo mikið upp á söngur eða sönguna að þú hótað einhverjum lífláti til að byrja með einhverjum? Já. Þá ertu bara á síðastu sort, það þannig. Og fer ekkert að twitta bara á einhverja, herðu, hættu með Harry Styles þegar ég drep þig. Það ekki eitthvað felony að gera það? Nei, þetta endalaust af þessu á Twitter og Facebook. Það glæpur. Já, það glæpur. En svona þessi popbrans í dag, það fá bara líflátshótanir þessar stúlkur eða það að byrja með, Justin Bieber eða One Direction strákunum. Já. Þetta var slúðupakki dagsins, hvernig fannst þér hann? Mér finnst hann voðalega þunnur, sorry. Þú þunnur? Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinu Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Safnaðu 5 ljómandi strikamerkjum. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. Veldu þann sem þér þykir bestur. 12% afsláttur alla daga hjá Ósushi, Pósthússtræti og Borgatúni. Tilboðið gildir aðeins ef greitt fyrir 2.000 krónur eða meira. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Vild snilld. FM 95 Blö á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og eini maðurinn sem með mér hér í þessum þætti sem meiri spilafíkill en ég, Björn Bragi. Það með ykkur hér til 6 í dag og ég ætla að spyrja það, Björnsi,
Þekktirðu einhvern sem var að keppa í fitness helgina? Góð spurning. Það voru svolítið margir að ekki keppa í fitness. Jó, þetta var undirlagt hjá manni Facebookið alla helgina. Fitness statusar og Twitter líka. Já, það er svolítið eins og annarkur maður sem er komin í þetta. Það eru rosalega margir í þessu einhvern veginn núna og svo veit ég að það var eitthvað eftirparti á Austur helgina. Ég sá nokkra myndið þar og það var bara eins og fólk hefði verið að synda í kókomjólk áður en að mætti þar inn. Það var svona vel brúnir sko. Það var svona bara eins og eiginlega mikið, en það er eitthvað upp á vöðana þannig sjáist betur og eitthvað svona kjátt. En ég tók eftir því helgina, það var alveg sama í hvað sæti fólk lendi, það voru allir hérna ánæður. Ég sá fullt af svona statusum og það skipti engu máli hvort það voru í 1. sæti, 7. sæti eða 9. sæti. Það voru allir í skíunum einhvern veginn. Hvað er þetta bara svona eins og unglingavinnan, bara allir með? Já, þetta er svona bara menn sé að sigra sjálfan sig eitthvað dæmi. Já, þetta virkar voða þannig einhvern veginn, virkar þannig á mig allavega svona með við hvað allir eru sáttir sem að keppa þarna. Já. Lítur að hafa keppniskapi að lenda í 1. sæti, ef ekki þá á þetta að vera afhróð. Er ekki bara snýst þetta ekki um að vera með? Jó, það sem ég er að spyrja. Mér sýnist það svona á öllu því að það er allir hérna ánægðir einhvern veginn. Sko, ef ég væri svona fit, þá væri ég bara þá þyrfti ég ekkert að mæta á þetta mót, sko. Ég myndi bara kíkja í speilin og svo myndi ég leggjast aftur upp. Þannig að það er kannski ástæðan fyrir allir eru svona ánægðir því að það er allir konið í svo gott form. Ég held að þú sért alltaf ánægður ef þú ert svona fit. Já. Ég held líka, sko, þegar þau borða ekkert engin kolvetni, sko, þau borða bara prótein, þá verður maður svo grillaður í hausnum, sko. Já, sko, kolvetni er eina sem að heilinn tekur, sko. Já, þannig ég held að vita ekkert hvað það var að gerast, skilur. Það er eitthvað, þú varst í 11. sæti, það er bara, já. Yes. Og þau vita ekkert, skilur. Til hamingju ég. Nei, þetta var 11. sæti. Já, þetta er pæling, en það voru allavega allir mjög sáttir í kringum mig og óska ég öllum til hamingju sem að náðu því sem að þau vildu. En þarft þú ekki að fara að keppa í fitnessveiti? Nei, ég myndi aldrei, nei. Það ekki? Nei. Þú ert með vöxtin í það, sant? Nei, það er einhverja ekki með og ekki, nei, sko málið er, þú þarft þvílíkan aga til að vera, það verður að gefa fitnessfólkinu þetta er ekkert grín, sko, að bara neita sér sko, já, þá er ég ekkert að tala það er ekkert að taka einhvern nammyndag að neita sér pítsu, það er bara til dæmis Serrano liggur við að sé, sko, bannað hjá svona fólki. Það er að vikt ofan í þessu kjúkling og eitthvað. Ég fæ 2 ára dag líka. Já, þetta ég verður að gefa það, þú þarft svona, hvað segir maður, þvílíkan sjálfsaga til þess að geta tekið þátt í þessu fitnessi, sko. Já, og það er eitthvað sem við höfum ekki. Nei, við erum auðmingjar. Steytist hér í Sturla staðreyndir. Já, það er bara detta inn. Svo er líka með netmisnotkun að Barnalandið og fleira og Geir Ólafs kemur eftir. Daglegum lið hér hjá okkur í FM 95 Blöð sem heitir Sturla staðreyndir. Hvernig líst þér á það, Bjössi? Mér líst vel á það. Viltu ekki að ég lesi frekar 600 ótrúlega gagnslausar staðreyndir fræga fólkið? Nei. Ok. Ekki fyrst ég er búinn að taka mínar saman. Ok. En þú mátt lesa úr þessari bók seinna. Já, ekki kannski í útvarpinu. Nei, jú, reyndar, þetta er hérna til þess að lesa úr ef maður lendir í einhverjum vandræðum, sko, en við erum ágættir. Já. Ertu tilbúinn? Elvis Presley kom aldrei til Englands. Nei, ég veit okkur það var umbóðsmaðurinn hans þorði ekki að fljúga. Mannamálið? Já, The Governor. Þau verður ekki séð æfisöguna Presley. Jennifer Lopez gaf eitt sín eiginendarorðin á rassinu og ungum aðdáðanda. Ég veit það var ég. Uppáhaldsmatur Lindsay Lohan er sushi. Já, það er eiginlega einn minn uppáhaldsmatur líka, en herðu, eigum við að fara í mína Sturla staðreyndir eða? Bitness. Nei, ná sína þessum áhuga þetta. Ok. Ég ætla að byrja hér á fyrstu og það er sama gamla góða regla. Það er eitt af þessu kjaftaði sem að bæði Björn Bragi og þið getið leikið ykkur á að giska í vinnunni eða í bílnum. Þetta ruggla svo í hausnum á mér. Nei, taktu bara þátt í umræðinu og svo förum við yfir eftir hvað þessu heldur að sé rugl. Ok. Tilbúinn. Fleiri og fleiri fara í meðferð vegna internetfíknar. Og er það alltaf algengara og algengara? Illa haldinn af internetfíkn. Ertu? En ég er sko ekki að fara í meðferð, ég er neita viðurkenna vandann. Já, hversu illa háður þarf maður að vera til að fara í meðferð vegna interneti? Já, hvað, ætlar þá bara ekkert að fara á neti meira? Ég veit ekki. Jú, ertu þá ekki bara að reyna að minnka það? Já, kannski. Fyrir fólk sem er mikið. Svo er næsta, og þetta var sem er skemmtilegt. Í Bandaríkjunum eru til snús-lús vekjaraklukkur og þar gefur til góðgerðarmála hvert sinn sem þú snúsar. Og ég get bara sagt það, ef þetta myndi gilda síma minn, til dæmis eins og ég er með BlackBerry síma, ef ég myndi gefa til góðgerðarmála bara gegn símareikningi minni hvert sinn sem ég myndi snúsa, þá var ég að styrkja slatta, getur sagt þess. Ég er snúsfíkil. Þetta er svolítið sniðugt. Já, þetta er mjög sniðugt og skemmtilegt og sturlu staðreynd. Og þetta er mjög sturlað. Snúsaru? Já, ég gerir það.
stundum meira þess að ég hef gert það að stilla klukkuna bara virkilega snemma til þess að fá þess að sofa lengur. Ég líka, ég byrjar að snúsa bara í kringum 6:30 á morgnana, sko. Já, snúsa bara til svona 2-3 á daginn. Alveg er best. Svo er það næsta, það éta yfir 46 miljón manns á McDonald's á hverjum degi. Já. Spáðu því. Þetta er ekki smá tala, 46 miljónur á hverjum einasta degi á Mac. Já. Og þetta gæti ekki gengið á Íslandi sem er einn mesta skyndibita þjóð bara... Ert þú ekki að fara að stofna á McDonald's í Íslandi? Varstu ekki að tala það? Nei, ég hef ætlum að fara að skoða hvað við þurfum að gera til þess að fá það aftur bara. Ok. Við getum fylgst með því hér næsta fimmta. Samkeppni við fabrikuna? Nei, ekkert svona öðru í þessi borgar. Hjöppi og Eiddi. Hjöppi og Eiddi, já. Sum og Jói. Það var enda mjög gaman ef ég og Hjöppi myndum opna McDonald's hérna á Íslandi og við værum afgreiða svona. Og láta sjá okkur og svona eins og Sum og Jói. Er Hjöppi svolítið nýi Sveppi? Hjöppi? Já. Hvernig þá? Eiddi og Hjöppi. Nei, þetta er bara það sem við gerum á 50. Ok. Ég og Sveppi verðum eitthvað skemmtilegt þetta á morgun. Ok. Nei, bara því að Eiddi og Sveppi, ég var eitthvað að kíkja á dagskrána á föstudaginn og þá sá að Eiddi og Sveppi var ekki lengur á dagskrá. Það var bara einhver týndakynslaðin. Já, ég spóði hvað var Sveppa og hvort það verið komið Eiddi og Hjöppi. Ég veit ekki hvaða kjafta það er, maður. En svo er það næsta. Höfrungar elska spegilmynd sína og spegla sig hvert sinn þeir fá tækifæri til. Ert þú höfrungur eða? Nei, veistu að höfrungar, ég er alltaf að komast meira og meira að því að höfrungar eru hálfvitar. Þeir eru reyndar vondir, sko. Já, ég held þetta væri góð, krútleg dýr, svona... Þetta eru bara, þetta eru aumingjar. Má ég aðeins heyra höfrungarhljóðið þitt? Nei, þetta er svona... Þetta er svona... En þeir svona meira? Er það ekki eitthvað svona? Þeir eru ekki svona skrækir. En ég er alltaf að komast meira og meira í því að þetta eru aumingjar. Aumingjar? Já, þá er ekkert að tala um að sé aumingjar sem spegla sig mikið, en þeir stofna gengi og sína völd sín og eru að berja og aðra höfrunga og... Já, það er að þeir eru harðir. Já, þetta er bara ræflar. Nei, ræflar? Já, þetta er ekki svona krútleg skemmtileg dýr eins og ég held að þetta væri. Nei, þetta er svona dýr í Adidas-skalla með gullkiði. Ég veit séð þetta svoleiðis höfrunga, það var ekkert smá harður. Dröndið ykkur börti, ég er að senda þetta. Svo er það næsta. Mike Tyson var farin að taka 100 kíló í bekk 12 ára. Shit. Á því því maður. Þetta er náttúrulega bara vél sá maður. Eða var. Það er mjög hart. Já, 100 kíló 12 ára, það er bara ótrúlegt. Ég tók svona 30 kíló. Þetta kemur einu sem ég veist æði. Bíflugur stundar líkamsrækt saman. Eða hreyfa sig saman í hópum. Svona eins og manneskjan gerir. Svona bara active, bara workout. Það er til að sjá bíflugur og að taka magaengar eða eitthvað. Já. Bara svona alla saman á einhverju teppi. Þetta er mjög styrla. Kannski er þetta of styrla. Ég ætla að setja á listan yfir mögulega svikastæðarind. Já, ok. Svo er það næsta. Meðallaun strippara í Bandaríkjunum, kvenkins strippara, eru 14 milljónur ári. Þannig að meðal kvenkins strippara í Bandaríkjunum er meiri milljónum mánuði. Það er ömulegur vinnutímar hún. Og kannski ekkert heillandi starf, þannig sé. Nei, ég held að sé ekki heillandi starf. En ágætlega að launa. Svo er það eru 3 ár eftir. Hákallar verða 100 ára og eldri. Það fannst mér svolítið skemmtileg staðreynd. Já. Verða ekkert smá gamli maður. 100 ára, hákall. Nú er ég sko farin að hugsa svo mikið hvaða staðreynd sé feik. Kannski þetta feik, kannski verða það ekki 100 ára. Ef þú sé 100 ára hákall. Já, reyndar. Svo er það hérna næsta og það er aftur með höfrungana. Höfrungar sofa með annað auga opið. Ég er ekki hissa, það eru klíkur og gengi í kringu þið, þá myndi ég gera það líka. Já. Og svo er það síðasta. Það eru 200 miljón pöddur á hverja mannesku í heiminum. Þannig að þú getur ímyndaði hvað er til mikið að pöddum í þessum heimi. Þetta er pödduheimur. Já. It's an ants world. It's a bugs world. Þessi. Mér finnst það ekki góður. Nei, ég sá það sér maður. Herru, hvað af þessu var kjaftaði? Höfrungar svo mannaði og opið. Heldur það þessi kjaftaði? Já. Nei, það er satt, en hins vegar æfa bíflugur ekki saman líkamsrækt. Já, ég var búinn að koma til það. Jú. En þú giskar ekki á það. Það er mjög auðvelt að segja alltaf bara, herru, ég ætlaði. Nei, maður, ég sagði, þetta gæti verið fake staðreyndin. Já, en svo ákast að skjóta að höfrungar myndi ekki sofa með annað auga opið. Já. Það var þitt loka svar, því miður. Já. Veist samt að ég fá einhvers konar silfurvelun. Já, þú mátt fá eitthvað hérna. En ég segi bara, ég er eins og í fitness, ég er ánægður með ára. Fylgstu með á FM og þú getur náð í eintak. FM 95 blöð á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi.
Enrique Iglesias hér með lagið Finally Found You og með fullri virðingu fyrir þessum ágæta tónlistamanni þá hefur hann átt betri lög en Enrique vinnu minn. Já, ég samanlega. Þið að hlusta hér á, Ödda og Bjössa. Þið verðum með ykkur til 6 í dag hér í FM 95 Blö og það sem við ætlum að fara yfir núna áður við förum í netmisnotkunna er, pick-up línur. Já. Og hvað ert að vinna með þar, Bjössi? Sko, ég var bara eitthvað að hugsa um pick-up línur. Já. Notar einhver á Íslandi pick-up línur, heldur það? Ég var einmitt að bæli því, sko, af því að mér finnst þetta alveg hræðilegt. Já, sko, langt flesta pick-up línur sem þú heyrir er bara svona eins og eitthvað svona lélögu brandari. Já. Ég held að sé enginn á Íslandi að rölda upp að eitthvað, píu eða upp að strák og hendi eitthvað svona asnalega línu eins og, þú veist. Einmitt, hérna er ég með nokkrar. Já. Bara hendi ég nokkur minna. Já. Má ég bjóða þér upp á drykk eða viltu kannski bara peningin? Ég nefndir alveg heyrt þar verri. Þetta er eitthvað svona, þessu lánans grís, þá gæti þetta alveg virkað. Hvað, þetta að segja hún sé hóra eða? Nei, bara, þetta er svona, nei, reyndar, þetta er ömulegt, ok. Vá hvað ég er glaður að vera ekki blindur núna. Þessi er skelfileg, sko. Þessi var horfbjúður. Væri til að klóra mér á bakinu. Ég er alltaf massaður, sko, næ ekki sjálfur. Þú þekkir þetta reyndar. Já, ég er að tjekka á þessu. Af hverju sest ekki fangið á mér? Við getum svo talað hvað það er sem sprettur upp úr buxunum. Þetta er svona eitthvað þýðing á enskum. Já, þetta er bara eitthvað pervertismi. Já. Trúir það á ást við fyrstu sýn eða vilt að ég labbi aftur til þín? Þessi er ágætt. Við verðum að hugsa þannig að við yrðum að nota eitthvað af þessu. Já. Og þá er ég að tala ímyndum okkur að við yrðum að nota til þess actually að reyna að ná einhverjum árangri, sko, ekki einhverju flippi. Já. Þá kemur þessu nú svona, þú veist, sterklega að greina af því sem ég hef heyrt hjá þér. Þú ert svo sæt að þú ert eftir að koma Nóa Sirius á hausinn. Þetta er einn sem þú nota mikið. Hvað er með hana? Þekkirðu mikið einhvers staðar frá? Ég vinn mikið með þessa. Kannast ekki eitthvað við kettlinn? Já. Heitir þið sumar? Bara pæling, þú ert svo hrikalega hot. Þetta er viðbjör. Ég fæ svona bara óþægindar að heyra eitthvað þessu. Ertu með götukort á þér? Ég er nefnilega týndur í augunum á þér. Ógeðslegt. Já. Ég þjáist af minnisleysi. Kemur hingað oft. Skil hann ekki? Þetta er ekki... Það er enginn að nota svona rugl án gríms. Ertu trúið? Þú ert nefnilega svar við öllum mínum bænum. Það er ágætt. Hershey verksmiðjan framleiðir 1.000.000 kossa á dag. Ég vil bara einn frá þér. Djúvill er þetta vond, maður. Vin minn langar til að vita hvort þú fæðst í þessum gallabuxum. Nei, hvað? Ég veit það ekki. Þetta er bara bull, þessi. Vinur minn vil vita hvort þú fæðst í þessum gallabuxum. Já, ég skil ekki alveg. Þetta er bara kjaftaði. Þessi er rosa góð. Heima hjá þér eða heima hjá þér. Íbúin mín er nefnilega algjöru hóla. Þetta er bara bull. Þetta er ekki pick-up lína, þetta er bara eitthvað kjaftaði. Þú ert svo svakalega flott gella að ég er að hugsa Þú ert svo svakalega flott gella að ég er að hugsa að fá mér vinnu. Þetta er nú eitthvað komið frá því bara. Þú ert að búa þetta til. Nei. Hvað heldur eitthvað? Þú ert svo svakalega flott gella að ég er að hugsa að fá mér vinnu. Interneti sagði mér þetta. Ok. Manst eftir mér? Nei, auðvitað ekki. Við höfum bara heyrt í draumum mínum. Ég heyrti hennan horfbjóð á þér. Þú líkist tilvonandi eiginkonu minni. Það er allt í lagi. Já. Ok, svona ölluganir slepptu. Þetta var eitthvað, ef maður yrði að nota eitthvað hana. Þá myndi maður alveg hendi þessa. Ég verði að fá 2 viðbótina. Ertu nýkomin úr ofninum? Þú ert svo hrikalega heitt. Ok, 2 viðbót, svo næsta. Elskan, og það að prumpa? Nei, bara you blow me away, sko. Ói, hvað þetta er. Andskotin sjálfur, ef það væri glæpur að vera sexy, þá fengið þú lífstíðadóm. Já, þetta er bull. Það eru nokkru þarna sem er bara búið til á staðnum, ég get lofaði því. Alveg frá því ég hitti þig, þá ertu búin að búa í hjarta mínu án þess að borga leigu. Djöfull er það, mann. En besta er þá trúir á ást við fyrstu sýn eða vilt að ég labbi til þín aftur? Já, veistu hvað, ef maður yrði að nota eitthvað af þessu, þá er það þetta. Eða þarna sem hún sagði þér áðan líka, eina þessi í lokin var allt í lagi þarna. Með engilinn? Nei. Hvað segir þau? Alveg frá því hitti þig, ertu búin að búa í hjarta mínu? Nei, hvað er þetta rugglaður? Hvað? Ef það er glæpur að vera sexy, þá fengir þú lífstíðadóm? Nei, undan henni. Það var elskan varst að prumpa því þú blow me away. Mist hún góð.
Ég myndi vinna með hana. Mér finnst best, þú ert svo svakalega flott gælla að ég að hugsa að fá mér vinnu. Já, það reyndar, þá veist þú ert búin að kynnast réttri konu, þú ert tilbúin að bara fara át á vinnumarkaðin. Ég bara tilbúin að horfa á vinnumarkaðin fyrir þig. Já, ég ángríns, ég ættilega hætt að hanga heima bara fyrir þig. En segðu mér eitt, Bjössi, nú ert þú svona kvennabósi. Ég var að fá hérna eina pick-up-línu í SMS-i. No. Are you from Tennessee? Because you're the only 10 I see. Ó, þessi ágætt. Það að nota þessa erlendis. Ég myndi vinna með þessa. Já. En hvað notað þú? Ég nota bara pick-up-línur. Það svona kendu mér. Hvað nota ég? Hvað meinar þú? Ég meina þú ert ekki í sambandi núna? Já. Hvernig var það til? Ég bara hlóði nokkra pick-up-línur. Já. Hvað? Ég elskanast að prumpa því you blow me away. Það þetta horfbjóður. Ég þarf að vera að finna ykkur góða pick-up-línu. Þú ættir að kenna mér. Já. Þú ert svo virkur. Þú ert svo flott að hárið að mig fjalla af bara eitthvað svona. Þetta var alltaf eitthvað svona ógeðslegt. Ég er bara að hugsa að fá mér vinnu. Þú ert svo flott, ég er bara að byrja að vinna. Rihanna hér með lagið The Princess of China. Skemmtilegt lag hér á ferð og það komið að netmisnotkunninni hér hjá okkur Bjössa. Já. Og netmisnotkunnin hefur verið í smá fríi hérna hjá okkur. Var ekki hjá okkur í síðustu viku og svo náttúrulega Bjössi búinn að vera í fríi hérna frá þættinum. Já. Þannig að það orðið svolítið síðan við hjóluðum í netmisnotkun. En nú nauðsynlegt að hjóla hérna. Já, það var bara að vera að bjóða mann upp á veislu í gær þegar maður var að fara að sofa. Þegar ég var að fylgjast með Facebookinu mín á sunnudagskvöldi, þá vissi ég bara snemma að það yrði netmisnotkunni hér í dag. Já. Og það einn gamallega góður vinnur okkar, Óli Geir. Hann hefur nú dottið nokkur sinnum í þessa netmisnotkunni hjá okkur. Já. Og það engin breyting þar á í dag. Hann hefur fengið gott frí hérna hjá okkur strákunum og ég ætla bara að lesa hérna fyrir 2 statusa. Já, ég vil þú ert búinn að fara betur yfir þetta en ég sko. Já, hann setur sem sagt sko á sunnudaginn, þá setur hann yndislegu sunnudagur, kaldur en skemmtilegur. Við Reynismenn tökum á móti Þór Ak í Sandgerðishöllinni klukkan 3 í dag. Fyrsti sigurinn okkar tímabilinu var síðastliðin föstudag á móti FSU. Í dag löndum við næsta, komdu og vertu vitni. Já, þetta í gær. Já, þetta var í gær. Það var svona bjartsýni og bjart yfir honum. Já, svona fyrrum daginn í gær. Já, stemming. Svona sunnudegi. Já, hann hefur verið að rúnda á Lexusinni sínum og bara feskur að bíða eftir körfuboltaleiknum. Já, þetta via mobile sko. Þú veist, hann sendir þetta á símanum sínum, þannig að já, hann að rúnda örgulega þegar hann sendir þetta. En svo kemur kvöld. Já. Og þá eru sumir ekki að pressir. Nei. Og hér kemur status frá Óla Geir sem að kom í gærkvöldi. Þetta eitt langur og góð, hann hendi eina langlóku. En hlustiði nú. Þessi sunnudagur átti að vera yndislegur og skemmtilegur. Fór aðeins úr böndunum áðan þegar ég var í fyrsta sinn á mínum körfuboltaferli rekinn úr húsi af dómara sem virtist koma með sín eigin vandamála heiman í vinnuna. Og svo heldur hann hérna fram. Eitt af fyrsta sem ég var kennt í körfubolta var að láta ekki dómaran pirra mig. Ekki láta hann komast inn í hausinn á mér og taka fókusum inn á leiknum. Ég fylgdi síðan ég byrjaði að spila, en áðan í leik á móti Þór Akureyri misti ég mig þegar að sami dómari flauta 4 villur á mig á 8 mínútum, 2 leiki í röð, þá fer maður að taka þig persónulega. Villur sem eru langt frá því að vera villur. Þegar ég lappi upp á dómaranum og reyna að spyrja hann hvað ég hefði gert vittlaust með kurteisis tón og hann svarar ekki tala, ekki segja orð. Ef þú hættir ekki að tala og farið tæknivillu, finnst mér frekar hart. Ég gerir mig fulla grein fyrir því að það er erfitt að vera dómari, erfitt að sjá allt, þurfa að þola töð í leikmönnum og allt það, en dæma svona leik og svona tens og eins pirraður endar aldrei vel. Þegar ég fekk mína 50 villi í leiknum á hann, eftir að spila í heila 10 mínútur, þá öskraði ég á dómaran. Ertu að fucking grínast? Hann glotti og dæmdi á mig tæknivillu. Lét hann aðeins heyra það, enda búinn að fá nóg. Auðvitað fekk ég aðra, hann sagði þá út úr húsinu með þig. Af heilum 15 villum sem mitt liði fekk ég þessu leik, fekk ég 6 talsins aðeins 10 mínútum. Ég vil ítreka að þetta er annar leikurinn í röð sem sami dómarinn lætur svona í minn garð. Nánast aldrei áður hef ég verið í villuvandræðum í leik. Það sást langa leiðir að í báðum þessu leikjum ætlaði þessi dómar að flauta mig út af. Það var alveg augljóst. Það fer ára búið hérna. Þessar 10 mínútur sem ég spilaði gat ég ekki raskat. Hausinn minn var enga veginn í leiknum eins og í öllu liðinu. Þór valtaði yfir okkur og það sást frá fyrstu mínútu hverju voru að fara að vinna leikinn. Ég verð að viðurkenna eitt, að vinna mikið við skemmtanalíf og keppa svo körfuboltaleik á sunnudegi á enga samli, en ég reyni alltaf mitt allra besta til þess að láta það virka saman. Ég vil biðja mitt lið fyrirgefningar á þessum tækniöllum, biðjast Þór fyrirgefningar á þessari hegðun í mér og að sjálfsögðu þá sem mættu í stúkuna.
Dómarinn ekki ástæður fyrir tapleik, en hann tók samt allt gamanið úr leiknum. Ég ætla að nýta þessar örfá klukkustundur sem eftir þessum leiðinda degi sem átti að vera yndislegur með þeim sem ég þykir mest væntum. Hafið það gott, elsku vinir. Já. Og hann fær þarna 85 likes á þetta, kallinn. Meðal annars frá Magga Mix. Já, Maggi Mix og Óli Geir að henda saman í einhverja statusa. Hérna, hann var brjálaður. Já. Og þannig að þá veitum við það, Óli Geir var hent út úr húsi í gær. Já. En það samt sko, þetta lengsti statusi sem ég sé frá Óli Geir. Já. En hann samt ekki það sem að, nær hvað mest athygli minna á Facebookinas núna. Sérðu prófælmyndina Óla? Hún rosaleg. Hvað að gerast þarna? Getur þú sagt með það? Það sem að gerast Auðun á prófælmynd Óli Geirs að hann hallar sér upp að einhvers konar, hvað verður það, veggur eða súla eða eitthvað svona steypu eitthvað sko, eða ég veit ekki. Hann í nærból sem virðist vera af hans. Já, þetta eins og, þetta nærbólu sem að virðist vera tekin sko gammal sófaáklæði. Sófasetti frá hans og búið til ból úr því. Þetta gæti verið sófaáklæði frá 7. áratugnum sem hann búinn að breyta í nærból, nýþröngan nærból sem sýnir ermina vel og hann svona horfir svona til hliðar eiginlega bara aftur. Já, hann horfa aftur tilbaka yfir hægri öxlina. Hann horfir öxl, já. Og það svona með þessari mynd myndi ég áætla að Óli Geir sé svona að segja bless við ákveðna svona kafla í fortíð sinni. Já, hann að kveðja. Já, hann að kveðja. Hann horfir svona, þú veist, og svo náttúrulega alltaf augun, sko, sem eru svona eins og það sé sandfók í gangi. Hann klikkar ekki á því, hann kann þá pósu. Hann rosalega flúraður. Já, rosalega flúraður. Þetta bara glæsileg mynd í alla staði, ég gef henni 5 stjörnur. Þetta rosalega, ok, orðið á þannig, ef ég var með þessa mynd af mér sem prófælmynd inn á mínu Facebooki, þá væri vinið minni búin að aflíða mig. Það ekkert flóknar eða það. En konan hann segir hérna, hún Ásdís, töffarinn minn, bróskall. Í komment. Já, hún ána með hann. En svo ég ætla að enda þessa netmistnotkun hérna á samstarfmennum mínum og góðum vinni, Heiðar Austmann. Já. Hann hendi líka hérna, hann var nú ekki með jafn langan status og Óli Geir í gær. Nei. En hann setur hérna Heiðar Austmann. Sagt að læra mistökum sínum, það sem drepur mann ekki, styrkir mann og svo framvegis. Yeah, right. 3 uppröpunarmerki, brjálaður. Ok, brjálaður. Já, og Davíð Örn vinur hans kemur, hvað nú kútur? Þá segir Heiðar Austmann, ég gerir mistök, get ekki sagt þig frá því á spjall, ég get sagt þig frá því á spjallinu ef þú vilt, get ekki opinberað þig hér, of persónleg. Já, hann vill að fólk viti samt að það er eitthvað í gangi. Það er eitthvað ángrann. Ég bara, steingleit að spyrja hann hérna, hvað var það? Já, við hefum átt að faðma hann. Já, en þetta var, netmistnotkunnin í dag og, fjallaðum að Óli Geir var hent út úr húsi og Heiðar Austmann eitthvað pirraður í gær, gerði eitthvað af sér eða eitthvað. Já. Getum þurft að komast betur á því hér eftir hvað það allt saman er. En við ætlum að fá hér föstudagslægi hans Svessa frá síðasta föstudegi og það var óskalag fyrir mig sem að hét Dream On, Aerosmith slagarinn. Og ég er ekki frá því hann hafi rúllað þessu lagi upp. Já. Dream On, þetta var síðasta föstudag hjá okkur Sverrir Bergman með föstudagslægið. Það styttist hér í Land of the Children eða Barnalandið og svo er hann líka á leiðin til okkar hann Geir Ólafsson, stórsöngari. Það er að koma hér á eftir þannig að það er hellingur að vera hérna hjá okkur strákunum. En áður við förum í Barnalandið þá ætla ég að spyrja það hér Bjössi. Já. Hvað heldur þú éti mikið kaloríum cirka á dag? Telurðu ofan í kaloríunar? Nei, ég hef aldrei nokkuð að gera það. Nei. En er það ekki svona 2000 eða eitthvað svoleiðis? Já, það er verið að tala að kaninn, það er náttúrulega Thanksgiving núna í vikunni í Bandaríkjunum og kaninn éti 4.500 til 5.000 kaloríur á, þakkargjörða hátíðina, þess að á einum degi. Það er algjörlega ógeðslegt ef þú ert ekki að æfa í samræmi við það. Já, þetta er fljótt að setja þetta, en samt ekki, allt í lagi svona 1 dag að leika sér aðeins. 5.000 kaloríur? Já, ég hugsa tegum að það ekki jólinn, cirka. Jó, ég veit ekki. Þá þarf þau líka að fara þess að æfa, út að skokka eða lyfta eitthvað. Já, maður þarf að gera eitthvað. Ég mun passa mig alltaf, fyrir 3 árum síðan, þá átti ég með veikan á aðfangadag. Já, hvernig fórstu því? Græðginn bara að fá með mig. Já, svo rosalega mikið, ég gæti ekki étið eftir fyrir en annan í jólum og mér leið illa. Fyrstu settuna? Já, settuna í svona sinnum 10. Settan er til ef maður borðar á mikið, þá verður maður bara sattur í svona 1,5 dag. Já, þetta var þannig, ég var veikur í maganum bara, mér finnst ekki eins og gaman að opna pakkana, ég bara át yfir mig og leið illa. En hvenær var þetta, segir þið?
Þetta svona 2-3 ár Ég veit að þetta sorglegt það er eitthvað aðmanni sko Séðilegt þegar þau verið 12 ára eða eitthvað Nei, ég var 30 og át yfir mig en þetta bara, mér finnst það svo gott hamborgarhryggur og brúnaðar kartöflur og valdórsalat og ég get ekki hætt sko en ég passa mig alltaf núna að hætta Þetta líka nefnilega svona hættulegt kjöt Þetta svona hamborgarhryggur þetta er svo þetta voru bara bindur allt í líkamennu, þú veist, svo lengi að melta þetta, sko. Þannig ég átt ekkert á jóladag. Saltað. Já, þetta er svo saltað. Var það orðið sem varst að leita? Saltað? Já, saltað og svo er eitthvað annað orð sem ég finn ekki. En það skeytir ekki máli. En ég fekk líka að senda hér eina pick-up-línu meðan við vorum í læginu aðan. Og þessi er eiginlega betri en alla sem þú varst með aðan. Takkilega. Þú skuldar með drykk. Af hverju? Að ég misti minn þegar ég sá þig. Þetta er eitthvað sem þú getur alveg notað. Þetta er ágætt. Sveið mig þá. Það var hægt að nota þetta. Við ætlum að fá hér smá David Guetta og Sia og svo er það The Land of the Children. Blöndal, beint á móti með setur drengurinn sem allir kallmenn vilja vera og alla konur vilja vera með. Það er Björn Bragi Arnarsson, ekki satt? Hættu þessu. Já, þetta, þú ert rosalegur. Hættu. En það er komið að dagskrárlið sem er vikulegur hérna hjá okkur strákunum og heitir Land of the Children, eða Barnalandið. Og umsjónamaðurinn er einmitt töffarinn sjálfur, Björn Bragi. Hvað er voða kynning hvað þetta? Hvað segirðu? Ég segi gott. Mikli meistari. Herru, það er Barnaland. Já. Veit ekki alveg mikið aðeina því. Það er ágætt. Ágætt í dag, ok. Ágætt, já. Herru, ég ætla bara að vinda mér í það. Ég er með nokkur tópik hérna. Fíla. Fyrst er það TAA sem að spyr fer ekki að styttast í megað ykkur Dominos? Ég er alveg að deyja þetta með langar svo í pizzu. Ég held með þess að hún hafi verið að byrja í dag megaðagan. Er það? Já, þannig að TEA getist ekki gleðið sína. Ok, það er gott að heyra, mér finnst það mjög skemmtileg þráður. Herru, svo er bara örstutt út í þennan sko, einhver könnun, hvenær finnst ykkur börn vera almennt orðnir úlingar? Það er bara, sko, svo er svona könnun og mér finnst mögulegandi svo sérstakir að því að, hvenær finnst ykkur börn almennt orðnir úlingar? Hvað myndir þú segja við þessu? Börn eru orðin úlingar 13 ára, myndi ég halda. Já, svona það sem ég hugsaði líka. En hérna eru mögulegandir 7 ára eða yngri, 8 ára, 9 ára, 10 ára, 11 ára eða 12 ára eða eldri. Og það er skemmst frá því að segja að það eru 96% sem segja 12 ára eða eldri. Mér finnst svo grillaði möguleikar, sko. Það er engin úlingur 8 ára? Nei. Ég vona ekki. Hvernig varst þú sem krakki úlingur? Ég var mjög leiðilegur úlingur. Já. Og ljótur líka. Já, líka. Já, við vorum báðir. Þessin eru við svona í dag. Ég var martruð. Já, þessin eru við svona aðteglisjúkir og leiðilegur. Já, sko, ég var skelfilegur krakki. Ég var endur ágætis úlingur. Já. Það, veist, ég byrjaði að róast svona 15 ára. Já. Ég man ekki hvernig ég róaðist. Ég held ég sé ekki ennþá búin að róast. Nei, ég sveið með það. Og klikkaður. Ég klikkaður. Herru, jólatónleikar, horror eða spurningamerki. Það er könnun. Já. Og mannskjan sem kemur með þessa könnun heitir Kannan. Kannan? Já. Jólatónleikar, horror eða indislegt. Eða ... Það er sérst möguleiki nr. 3. Já. Og það eru alveg sko 32% sem segja að jólatónleikar séu horror. Alveg þriðungur. Það spilar inn í, held ég, að það er að byrja að auglýsa þetta svo geðveikt snemma, sko. Já. Þetta er eins og ég var að segja daginn, þau áttu bara að gera samning, Frostrósir og Björki Halldórs áttu bara að gera samning, ok, bannað að byrja að auglýsa fyrir 1. DS, samþykkt, já, allir saman. En ég menn, þau eru að selja alveg upp núna.
Þú veist, þau eru að moka inn peningum. Það alltaf, það ekki bara því að búa að selja einhverjum fyrirtækjum allan sýningarréttin? Já, ég veit ekki. En það eitthvað skrítið við að vera með Björgvin Halldórsson í glugganum að óska manni til bara gleðilegra jóla 11. október, sko. Já, það smá skrítið. Gleðileg jól, kæri áhorfandi. Ertu búin að sjá hérna auglýsinguna með Bubba Mortens þegar hann að auglýsa jólatónleikana? Ég er búin að sjá það. Með þetta frekar asnalegt, það aldrei fílað sem jólatónleika. En mér langaði bara að syngja á sviðum með Bjögga, eitthvað. Það bara, ok. Það svona, þú veist, ég vildi þetta ekkert, sko. Af hverju fjandanum ætti ég þá að nennan að fara á þessu tónleika? Herra allavega. Bubbi kongur. Hérna, sofið hjá of mörgum, spyr Sally Núleit. Þetta svona svolítið smá langloka hérna. Hvað finnst ykkur að 20 ára strákur sé búin að sofa hjá 38 stelpum og ein þeirra mella? Þá á ég við alvöru mella sem tekur borgun fyrir kynlíf. Hvað ertu með núna? Nú hann samt komin yfir þetta kjaftaði og vill fara í samband. Ef þið færi í sambandi með þessum strák, væri á sama aldri og hefðu kannski sofið hjá 2-5, myndi okkur líða illa yfir þessu, haldið að sambandið öðruvísi en með strák sem hefur kannski bara sofið á 10 stelpum, færið í taugarnar á okkur, værið þið sífellt að hugsa þetta, haldið að þið myndið nota þetta gegn honum. Strákurinn hafði svo sem ekkert aðra galla, væri góður, yndislegur, skemmtilegur og allt það sem kæmi vel fram við ykkur. Og tökum það með í dæmið að fyrst hann búinn að sofa hjá svona mörgum og Ísland svona lítið land, þá myndið þið kannski þekkja 2-5 sem hann hefur sofið hjá. Ég er orðlaus hérna. Af hverju ertu orðlaus? Nei, bara, ég veit það ekki. Þetta hvað vill það ég segi? Ég vil bara, þú veist, tjáðu þig eitthvað þetta. Þú ert Dr. Phil íslensku þjóðarinnar. Mér finnst þetta skrítin spurning. Af hverju? Ég meina, hvað, þetta einhver kærastans eða? Örugglega. Sem að spyrja þessu? Af því að svo kom einhver komment og eitthvað svona bla bla bla. Einhver segir eitthvað, já, ég myndi kannski hugsa svo mikið töluna en verra með melluna eitthvað svona. Kemur úr eitthvað. Hvað verið að segja, hvað? Já, hann keypti sér mellu út á Spáni, hún var rússnesk. Já, hvað ekki lægi, þetta bara, ég hættu þessu. Auðun? Já. Við erum að hjálpa lesendum. Hvað heldur að þetta sé eitthvað skemmtilegt fyrir strákinn og hún sé að opna sig þarna, hann hafi fengið sér eitthvað gleðikonu á Spánu? Ég veit það ekki. Nei, hann ekki nafngreindur það? Jú, hann nei. Nei, málið þetta eitthvað sem þú átt bara aldrei að ræða við kærastuna en það talan fræga. Af því að það á engan hátt getur orðið góð umræða. Nei. Það alveg sama hver talan ef þú byrjar að hugsa hana og hvernig hún varða að þeirri tölu, það bara gerir þig bilaðan. Já. Þannig að ekki ræða hvað þú hefur sofið hjá mörgum og hvorki þú nýja kærastan þegar þau eru að byrja saman. Þetta eru góð ástaróð frá Auðunni Blöndal. Heyrðu, það eru hérna 2 viðbót. Gætir þú sofið í rúmi og herbyggi sem þú vissir að einhver hefði dáið í og ekki búið að skipta dínu eða neitt? Fílukall. Nei. Ég geta það ekki. Ekki? Nei, það eru pínu skeri. Já, en fólk virðist... En ég geta ef ég myndi ekki vita að því, skilur. Já, einmitt. Fólk virðist samt almennt vera alveg til í að sofa í herbyggi sem einhver hefur dáið í. Og segir hérna, já, ef mér liði svona þá myndi ég ekki einu sinni þora að gista á hótelherbyggi. Ýmislegt sem fyrir þar fram. Nei, ég er að tala það var ekki búið að skipta á rúminu eitthvað? Það var ekki búið að skipta dínu. Já, ok, jú, ég geta alveg. Við erum ekki að tala að manneskjan liggja ennþá í rúminu, sko. Ég veit það. Já, ég geta það. Ok. Svo að lokum. Þetta fannst mér svolítið skemmtilegt, svona. Okay. Að fá bíl kærastans að láni. Það Sandkotn sem spyr, hún hefur nú komið oft fyrir hérna. Já, Sandkotn hún aktív á Barnalandi. Já. Finnst ykkur eðlilegt að kærasti manns til margra ára vilji ekki lána manni bílinn sinn, til dæmis til að stökka út í búð og slíkt? Mér finnst þetta skrítið, en að veltaði fyrir mér hvort þetta sé svona hjá fleirum. Þetta ekki eitthvað undarlegt? Jó, þetta mjög steikt. Já, enda fær hún komment hérna, stór undarlegt að mínum mati. Já. Og þá kommentar Sandkotn aftur eitthvað, já, mér finnst það. Ég búinn að vera með bílpróf lengi og hef aldrei lent í árekstri eða eyðilagt neitt bíl. Svo þetta ekki út á aksturshæfileikum mínum held ég. Þetta bara einhver níska. Já, ég veit ekki alveg hvað þetta en ég vona að unnusti Sandkotns láni bílinn. Já, það vonum við líka. Já. Þetta var Barnalandi þennan mánudaginn. Skulum fá smá Tupac. Og að lokum á English Pub. Vart þarf að taka fram að jólabjórinn flæðir fyrir allan hópinn á öllum stöðum. Að sjálfsögðu 20 ára aldurstakmark. Fylgstu vel með þeim Kristján Inga og Óskunnars á milli 10 og 1 næstu laugardaga, þar sem þau munu gefa vísbendingar hvar kassan að finna. FM 957 og Túborg jólabjór. Léttöl. Höldum ljómandi jól. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Það
Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Komdu núna í Splash bílaþvottastöð við Hagasmára 2 við Smáralind og láttu þrífa bílinn að utan. 40% afsláttur fyrir áskrifundur Stöðvar 2. Stöð 2 vild snillt. Höldum ljómandi jól. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Komdu núna í Splash bílaþvottastöð við Hagasmára 2 við Smáralind og láttu þrífa bílinn að utan. 40% afsláttur fyrir áskrifundur Stöðvar 2. Stöð 2 vild snillt. FM 95 blöð á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér tvær, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Auðvitað bjössum með ykkur hér til 6 í dag og það styttist í stórsöngvaran Geir Ólafs. Hann rétt og mættur innan til okkar. Hann var að gefa út nýja plötu og já, það ýmislegt sem við ætlum að ræða við hann. Bjössi stokkinn fram á klósettið að ég held. Nei, þarna kemur hann lappandi inn. Vertu velkomin aftur. Þetta var, ég ætla ekki að fara neitt djúpt út í það, en þetta var ekki góð helgi fyrir okkur sem fótboltaunendur. Nei, þetta var alls ekki góð helgi. Tottenham Hotspur, þitt lið, tapaði fyrir Arsenal á útivelli. Þökk sé Adebayor. Ekki rosalegt hatur á milli Tottenham og Arsenal? Jú. Þannig að það lítur að vera ekstra leiðilt fyrir að tapa fyrir þeim 5-2, eða ekki? Annað árið í röð. Já. Eftir að hafa komist yfir, annað árið í röð. Já, það ekki pirrandi sem Tottenham-stöðningsmaður að tapa svona stórt fyrir Arsenal, ekki 15? Það mjög pirrandi. Og satt það í þér helgina eða? Nei, ég slökkti bara í hálfleik sko. Nú, hvað, 3-1 í hálfleik? Já, náttúrulega, þetta var náttúrulega bara fyrir þá sem sá leikinn, það var bara eina ástæða fyrir þessu tapi og það var Emmanuel Adebayor. Já, hvað, beint rautt? Já. Fyrir einhverju tæklingu? Já. Það var alltaf skárri leikur en horfbjóðurinn, viðbjóðurinn og ógeði sem ég horfði á laugardagskvöldi. Norwich United. Því lík martröð og ímaður. Hvernig var hann? Ég bara, þú lítur að heyra það. Ég meina, þú veist, hvað var svona slæmt? Var þetta ekki bara sanngjarnt sigur? Leiðilegasti fótboltaleikur sem ég séð á ævi minni. Norwich nú betra lið. Þetta var ógeðslegt. Veist það, ég var orðinn svo pirraður og ég bara þakka fyrir að maður haldi með United. Ég get ekki höndla svona helgi eftir helgi, það nokkuð ljóst. Þetta í alveg, ég var bara að verða geðbíla. Ég var bara að laga mér hendurnar og bíta mig og sko, United átti ekki eitt færi í leiknum. Ekki eitt. Nei. Og svona, ég valla hálffæri. Já. Og Norwich ekki heldur og skora úr einhverjum skalla. Ég ennþá reyna að hugsa hvað gerðist í þessu leik. Það gerðist ekkert í hún. Nei, það var vont sko, ég sá smá á þessu. Það var líka gaman, ég var að fara til Maju systir að spila og var í þvílít góðu skapi. Það skap að tekið og rústa þarna á 90 mínútum. Þetta hefur rosalega slæm áhrif á geðheilsuna. Já, það er alveg ótrúlegt og þegar ég var þegar leikurinn var búinn, það var fyrsta sinn síðan bara Guerrero skoraði á móti Queen's Park Rangers úr síðustu snertingunni sinni þarna í lok tímabilsi fyrra. Eftir þann leik, þá var ég actually að keyra heim til mín, ógeðslega sár, að hugsa af hverju nenni þessu og hvernig nenni þessu. Ég var það á þeim tímapunkti að spája hætt að horfa á ensku úrvalsdeildina. Af því ég var búinn að mæta og horfa alla leiki, leggja mig allan í þetta, af líf og líkama og sál. En af hverju byrjar ekki bara alltaf með Manchester City? Og svo töpuðu sem í síðustu snertingunni, þegiðu. Tottenham villisingurinn. Þannig að allavega þá óska ég púllarum til hamingju með helgina. Þetta var fínasta helgi fyrir þá og stuðningsmönnum Arsenal 5-2. West Brom vann svo Chelsea, þannig að það huggaði mann pínu. Vest að þetta City ógeð vann 5-0. En ömurlegt fyrir þig að tapa fyrir liðinu sem þið þolið ekki. Það eitthvað sem var að geða til töðum. Það eins og við hann tapa 5-2 fyrir Liverpool. Þannig að þetta eiginlega meira svekkja og tekja fyrir þig en mig. I don't know if this makes sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you, now we on. Þetta súkkulaðúlingurinn Justin Bieber með As Long As You Love Me. Það vonandi að hún elskar ennþá, hún Gómez þarna, villisingur. Hvað heitir hún? Hvað heitir áttu kærasta Justin Bieber? Eitthvað, Sandra Gómez eða eitthvað. Hvað heitir áttu kærasta Justin Bieber? Selena Gomez, já. Selena Gomez. Það er vonandi að hún elskar ennþá. As Long As You Love Me heitir allavega lagið. Og Þú ert alveg að fara að taugum hérna því ég stökk aðeins fram.
Já, þú ert eitthvað voða mikið í símanum núna. Ég að tala við veðmangara minn. Varstu að setja mikið af mér leika? Ég var að setja mikið á rússnesku deildina. Já. Nei, ég tók síman örstöðna fram með og þú ert bara eins og það sé bara, komin ykkur yfirherslu. Já. Þetta er bara Nei, það var svo lítið eftir að læginu, ég stressaðist allir upp. Þú ert erfitt með að vera einn, eða ekki? Í útvarpi? Nei, bara yfir höfuð. Nei. Þú ert alltaf fólk í kringu þig. Ég er mikil sósíal manneskja. Það þarf alltaf að vera einhver reglulega sem faðmar þig. Nei, ekki faðmar mig, bara verið kringum mig. Bara talaði mig. Þú varst áðan að tala um konundar í lífinu. Konundar í lífinu mínu? Já. Og hver eru það? Systur mínar og móðir? Eitthvað svoleiðis. Já, ég var reyndar að spila með þeim á laugardaginn. Mikið stuð. Hvað var það að spila? Við vorum í ekkert bara ég, mamma og Dæja, eða Maja. Það var líka Hugi. Dæja eða Maja, hvað sagðirðu? Önnur systir mín heitir Dagbjörn, kölluð Dæja. Já, ok. Hinn heitir Marja og kölluð Maja. Já, ok. Og svo móður mín, hún Hafdís, kölluð Haddi. Ekki Hæja? Ekki Hæja, Maja og Dæja. Nei, við Hugi og Ástrós vinnafólk mættu líka að spila. Hvað voru að spila, segirðu? Mikil stemming, Maja og Smári. Við gerum þetta reglulega, það er ýmislegt spilað. Það var Alias, Actionary og svo líka tekið Trivial. Já, þurfum við ekki að spila ekkert, ég og þú? Ég er til það. Þetta er að skemmtilegast sem ég geri. Við erum líka báðið tapsárir, sko. Já, að líka, ég er montinn þegar ég get og tapsár þegar ég tapa. Já, þú ert svolítið eins og lítið barn. Já, í spilum. Mér finnst það bara svo gaman. Mér finnst það ekkert skemmtilega en að hittast bara fjölskyldan eða góðir vinir og spila. Hefur ekki líka spilað Fimbulfamb? Jú, það er mjög skemmtilegt. Stórkostlegt spil. Og líka svona spurningaspil. Já, ég heldur endur að þú sett betur en ég Trivial þó ég sé ágætur. Ég veit, ég er sterkur á appelsínugulum og bleikum. Já, ég er samt ekkert eitthvað rosa góður, sko. Vannst getur betur eins og það ekki? Jú. Já. En þú veist, ég er samt ekkert... Þú getur spurt Huga líka vinn okkar sem er að vinna með þarna á Stórveldinu, hvernig kvöldi endaði á honum? Hvernig endaði það? Hann var svolítið drukkinn. Svolítið drukkinn. Þetta eru krakkarnir í Of Monsters and Men hér með lagið Mountain Sound. Hann er á leiðinni til okkar hér, hann Geir Ólafs, hann er nú ekki mættur. Hann var mættur þessum tíma. Það er oft svona með stjörnunar, það er látað að bíða svolítið eftir sér og kemur ekkert óvart að Geir skulle verið því. En ertu búinn að, ég var að sjá hérna á mbl.is, það er greinilega gríðarlega hörð samkeppni hver sé finnast maður Íslands þetta árið. Já. 2012. Ég sá það líka. Já, þetta var... Og hvernig leist þér á? Ég veit ekki. Þetta verður spennandi. Það steytist í... Ég keppti nú í þessari keppni. Finnast maður Íslands? Já. Ekki núna samt sko, en árið 2001. Í alvörunni? Já. Hver vann þá? Hann lendi í öðru seti og Gunni Samloka í 3. seti. Við vorum saman á úrslit á kvöldi. Þetta vissi ég ekki maður. Nei, þá vann hann Lárus, eða Lalli, eins og hann kallaði sig. Já, kallaði hann sig Lalli feiti? Já. Já. Munu allir eftir honum. Já, ég menna að muna fleiri til þér. Já, það var punkturinn hjá mér þarna, villisengurinn. Ég er bara hughristæður. En þú er ekki keppt í þessu, svona öllu ganni slettu? Nei. Þetta var, ég var mjög stressaður. En það er greinilega búið að breyta einhvað aðeins leikreglunum í þessu. Þegar ég þurfti ekki að standa bara fram á dómnefnd að reyna að dæla út um mér einhverju grínefni. Það var fólk í salnum og svona. Já. En núna er þetta orðið eitthvað þannig að þau eru bara með dómnefnd fyrir fram að sig og svo eru bara þeir bestu sem komast á okkar lokakvöld. Já, virðist vera þannig. Já, og virðist vera heppnast líka svona skemmtilega. Þetta format. En hvað... Ertu ekki hrifinn af þessu? Já, mér finnst það svona öðru í þessu bara. Hvenær byrjaði þú að skemmta sjálfur? Það var fyrir svona 2 árum cirka með mig í Íslandi. Já, og... Byrjaði að kynna hjá þeim. En þú ætlaðir aldrei eitthvað svona að fara... Svo vattaði upp á sig. Það var aldrei þegar þú varst í skólanum og svona, þú vildir ekki taka þátt í Finnast maður Íslands? Nei, aldrei. Pétur vann þetta á sínum tíma líka? Já, ég var aldrei að pæla í því, sko. Það var einhvern veginn, það líka var ekkert svona einhverjar uppistandskeppnir eða eitthvað svona, þú veist, eins og er núna svo mikið, sko. Það er svona stundum verið að hafa samband við okkur að svona dæma svona keppnir og eitthvað svona, en það var ekkert svona, held ég, þegar ég var, sko. En þú kynnir oft með þeim, hérna, með Íslandi. Já. En okkur varst þú til dæmis ekkert í þáttunum að leika eða skrifa eða? Það var nú bara því að ég var bara í tíndukynslaðinni fyrra og þeir voru í þessu verkefni. Ertu bara kynnir eða ertu með þeim í með Ísland? Ég er með í uppistands hlutanum, en hérna, nú er hann Jói orðin kynnir. Já. Og ég er farin að segja grín
Já, ok. Ég meina, það kemur ekki út á sama, hvort sem þú kynnir ekki, þá varst það að segja grín alltaf. Jú, algjörlega, og við höfum nú líka skipst eitthvað á að kynna, sko. En svona síðasta season, þá var ég kynnir í Þjóðleikhússýningunum, sko. Og nú Jóhann Alfred búinn að taka það að sér. Þetta er að stækka svolítið í Íslandi, svona uppistand. Já, algjörlega. Gaman að fara á svona sýningar. Já. Og hvet ég alla til þess að tjekka á því þegar það kemur. Já, fyrst við erum nú að tala þetta, þá getum við sagt hlustendum frá því að við ætlum að vera með áramóta bombu mið Íslands. 29. des. Þá ætlum við að hafa svona, þú veist, svona gamlárs eða svona loka uppistand á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu. Ok, ætlar að tjekka því. Svo líka styttist í úrslitakvöldið á Finndagsmóni Íslands. Við munum örugglega auglýsa það líka eftir að þar að kemur. Þannig að það er veisla framundan. Ég veit ekki hvar stórstjarnan Geir Ólafsson er. Hann ætlaði að vera mættur núna. Já. Og á að sitja hérna beint á móti okkur bara í viðtali. Við skulum fara að pissa og gáum hvort hann er komið þegar við erum búnir. Ok, en ég er að spjáða, við erum nú ekki búin að vera með svona rólega og rómantíska tónlist eins og síðasta mánudag. Nei. Ég samt að spáða að setja eitt gamalt og gott hérna sem var vinsælt hér árið og heitir Wherever You Will Go. Já. Svona. Þetta er fallegt. Kósí tónar. Svo vonandi verður ein skærasti stjarna Íslands, Geir Ólafs, mættur inn í stúdíóið. Vikunar á FM 957 er nýjasta plata Friðrik Stórs, Vélræn. Platan inniheldur meðal annars smellina Guðdómleg og Að eilífu. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög á plötunni og gefum eintök. Fylgstu með á FM 957 og nælduður í eintaka Vélræn með Friðriki Dór, sem er plata vikunar á FM 957. Stöð 2 bíó í kvöld, 10 bíó. Óskarsverðlaunamyndin Precious. You're a dummy, don't nobody want you, don't nobody need you. School ain't gonna help none. Stöð 2 bíó fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. Tryggðu þér áskrift í síma 5 12 51 eða inn á stöð2.is. FM 95 blöð á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp, brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir að hlusta hér á Auta og Bjössa í FM 95 blöð. Hann ótti nú að vera komin til okkar núna. Geir Ólafs, hann er ekki enn mættur. Ég veit bara, vilt þú ekki bara vera Geir Ólafs, Bessi? Viltu það? Getur þú að leikja hann? Ok. Velkomin. Það er að tala eins og hann. Kanntu það? Hvernig ertu sem eftirherma? Ég er mjög léleg eftirherma. Já. Hvernig tala Geir Ólafs? En svona svolítið... Blessaður! Já. Hann er svolítið uppi. Já, svolítið uppi. Já. En ég veit ekki hvað er að klikka hjá kallinum. Hann ætlaði nú að vera mættur hérna en er ekki kominn. Ég er vona að hann skilir sér. En ég er með svolítið annað sem við getum talað um. Hvað? Það er hérna frétt sem ég sá á Smartlandi. Já. Sem er uppáhaldsvefurinn okkar beggja. Já. Undir fyrirsögninni ætlaði Hemmi Gunn að hitta okkur, spurningamerki. Ok. Og þar stendur, hefur þig einhvern sem hann langar til að láta sem þú sért stórstjarna, fá alla ókunnuga í kringu þig til að halda og sért alveg ofboðslega frægur. Þú veist? Já. Það er einfalt mál í kringum þá sem þekkja að minnstakosti ekki til þín. Þannig að þetta er svona ráðleggingur hvernig þú átt að vera stórstjarna. Já, ok. Skilurðu? Já. Þetta er svona eitthvað sem við höfum mikið náttúrulega á. Já. Fyrir það fyrsta er sem fyrir segir ekki hægt að gera þetta innan fólk sem þekkir þig. Þú áttar á því. Þannig að þú getur ekki gert þetta í kringum vinnina, skilurðu? Nei, það er náttúrulega vita að þú ert ekki stórstjarna. Já. Þannig að þegar brugðið er á leik og eftirfarandi atriði höfð til hliðsjónar, þarf þetta að vera á opinberu svæði, í kringlunni eða í miðbænum til að mynda. Okay. Nú eða erlendis. Já. Og hérna eru ráðin frá henni Mörtumanni og hvernig þú átt að vera stórstjarna. Mikilvægt er að hafa félaga með sér sem hægt er að tala við. Viðkomandi þarf auðvitað að taka þátt í leiknum. Fáðu aðstoðarmanneskjuna til að halda á kaffinu þínu í pappamálinu fyrir þig meðan þið gangi niður Laugaveginn. Stjörnurnar láta alltaf einhvern halda á slíku dóti. Ok. Þannig að þú veist, ef þú ert með einhvern til að halda á kaffinu fyrir þig, þá gætur þú verið stórstjarna. Vertu svona svolítið... En hvaða félagi minn myndi nenna því að rölda með mér og halda á kaffinu mínu? Ég veit ekki. Ég er ekki að fá neitt í þetta, sko. Vertu svona svolítið pirraður. Vertu á svipin eins og þér leiðist að þurfa að vera úti á meðal almennings. Þeir frægu eru í raun aldrei glaðir með að þurfa að vera út í búð og láta ljósmyndara elta sig. Búast alltaf við því versta á næsta horni. Þannig að þú semst á þessu tímóti ertu
þú ert með einhvern vininn til að halda á kaffinu fyrir þig og þú ætti að vera svolítið fíldur. Já, ok, ég finn nú létt með þann. Skammaðu ferðamann sem ætlar að draga upp myndavélina og taka mynd af Hallgrímskirkju. Settu höndinu upp á móti honum eins og til að stöðva myndatökuna og eða reynda að láta alla sjá að þú sért að hylja andlitið þitt. Það djóka þetta. Þetta heldur áfram. Talið saman á nótum sem gefa til kynna eigin frægð. Má þar til að mynda nota línur á borðið. Hvernig gengur tökurnar á pressu? Ætlar hemmi Gunna hitt okkur í kvöld? Og svo, ég gleymdi að tala um Björk. Hún reynda búin að vera ótrúlega upptekin undanfæri, sérstaklega eftir að nýja myndbandi hennar var sýnt. Þannig að þú ert pirraður með vinahald á kaffinu og spurja fólk eitthvað, hvernig gengur tökurnar á pressu? Svo kemur, ef þú ert einn, getur þú tekið upp símtólið og látið sem þú sért að tala með einhvern frægan. Blessu Linda P. Hvernig er það? Hvert ætlum við út að borða í kvöld? Og svo lokum. Þannig að þú ert frægur, tala með það svona. Hvað er með Gunnar? Ætla hann ekki að hitta okkur? Blessu Linda. Er þetta gamall? Er þetta gömul? Gamla leiðningar það. Og svo lokum, vertu helst með sólglerugu og eitthvað sem hylur andlitið, slegið hárið og stóra klúta með ábyrrandi varlit í fallegum fötum og glingur. Já. Þetta er uppskrift af því að vera stórstjarna. Já, svona erum við alla stórstjarnar á Íslandi. Hafið ekki tekið eftir því. Það eru rölda og láta einhvern geima kaffi fyrir sig, er í fílu. Ég er að spurja Hemma Gunn hvað hann hefði verið helgina og Lindu P. hvað hann ætla að borða með þér í kvöld. Já. Það er svona eins og þessi lista hefur gerð 1986. Hér með Muse þegar klukkuna vantar korter í 6. Hann verðist ekkert vera á leiðin til okkar, hann Geir Ólafs. Hann komið þá bara seinni í vikunni. Það er líka vonandi að ekki komið eitthvað upp á. Hvað geta menn bara skrópað í viðtali og fá bara að koma hvernig það vilja? Þú heitir King Geir Ólafs, já. Ok. Það bara gerur það sem þið sýnist. En það styttist hér í lagið á leiðinni heim. Ég er með eitt rosalegt lag tilbúið og ætlum að spila það hér næst. Já. Það er mjög flott lag á ferðinni og langt sen ég hef heyrt þetta lag, þannig að ég hlakka allavega persónulega til að hlusta það, en ég ætla að spyrja, litla frænka mín spurði mig erfiðara spurningu í gær, Bjössi. Já. Hvað er upp á súkkulaðið þitt? Já. Og hún satt sjálf með súkkulaði. Hvað súkkulaði satt hún með? Hún er 9 ára. Já. Hún var með reyndar eitt af mínum uppáhalds, Snickers. Já. Ég er mikill Snickers maður. Já. Mér er Snickers bara, sko, ég get ekki bara heilt Snickers. Nei, okkur. Þungt. Nei. Jú. Er það? Já, mér finnst það svo gott. Ég er meira svona í einhverju svona KitKat eða 1 set. Djúpa samræður hér í FM 95 blöð. KitKat eða 1 set? Já, ég held að það sé það sem KitKat er þetta mjög gott. Svo byrjaði daginn aðeins að kaupa hérna lakrísdúndur. Já, Freyjudraumur er líka ógeðslega gott. Já, mér finnst til dæmis stór Freyjudraumur líka aðeins svo mikið, sko. Já, sko, í gamla dag, ef þú hugsar út í það er ekkert skrítið að Íslendingar séum að fitna. Já. Að þegar þú keyptir þér draum eða rís, þá var það svona stórt. Já, einmitt. Og það var bara svona eðlileg súkkulaði. Já, það var voða passli stærð, sko. Já, svo var komið risadraumur, svo var komið 33% stærri heldur en risadraumur og það er eiginlega bara eina sem er til núna. Já. Þú getur ekki keypt lengur litla gamla góða súkkulaði. Nei, það er rétt. Og öll súkkulaði sem til eru á Íslandi eru til í stærri. Svo líka sér manni svona hraun og eitthvað svona. Já, svo sér manni svona nammibörum, sko. Það eru svona leiðbeiningar með svona hvað maður á að borða mikið nammi. Þetta er svona eitthvað svona, ef þú ert 5 ára þá áttu að fá 5 móla, eitthvað svona. Ef þú ert 8 ára þá áttu að fá 8 móla. Og fólk bara, right. Og ég þarf að fá 32 móla. Já, væntanlega. Nei, en krakkarnir náttúrulega bara eru samt labband út með einhvern kíló nammibóka, sko. Já, ég Það eru alltaf drullir saman svo leiðbeiningar. Ég hef verið að rölda þarna hjá nammibarnum í Hagkaupum. Já, sem er vinsalisti bar á Íslandi, by the way. Já, vinsalisti bar á Íslandi. Á öllum börum. Og ég hef séð krakka í erfiðleikum með að halda á nammibókunum sínu, það er svo mikið í þeim, sko. Já. Þannig að, já, þetta er... Hvað er málið með þetta þjóðfélag? Hvað er að gerast? Skulum hætta þessum djúpu nammi súkkulaðispælingum okkar hér og fara bara í lagið á leiðinni heim. Þetta lag kemur úr bíómynd. Akkur erum við ekki með hlægið á leiðinni heim? Hlægið á leiðinni heim? Já, og fólk ringir inn þegar það er að keyra heim og hlær. Það er vond hugmynd. Ok. En við getum prófað hana næsta mánudag. Já. Það er ekki til þess að meitur vond hugmynd þegar við erum búin að reyna á hana. Já. En, ok, ég ætla að gefa þér vísbendingu. Hvað heldur að sé lagið á leiðinni heim? Ég held að sé Funeral með Band of Horses. Nei, þetta er... Ef það er Society með Eddie Vedder, þá ertu ófrumlegasti maður í heimi. Nei, það er ekki heldur það. Þetta lag var í bíómynd, það er vísbending. Og þessi bíómynd er inn á topp 5 yfir bestu bíómyndir sem ég séð. Já, býtu, ég var að fá einhverja betri... Segð mér hvað meira þessi bíómynd. Ég má ekki gefa mikið upp. Ok, segð mér eitthvað leikstjóri eða ártali. Ok, ég meina Edward Norton leik í henni. Ok. Herðu, ég ætla að segja þetta sé Where is my mind með Pixies. Það var rétt hjá mér! Það er ekkert skrítið, þú hefur unnið Gettu betur maður. Til að mikið þú hefur unnið Gettu Blöndal og þú færð KitKat í velun upp á súkkulaðið. Takk.
Orkan veitir þér afslátt af lægsta eldsneytisverðinu á landinu. Og afslátturinn í peningum, ekki punktum. Orkan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö og FM 957. Hann er greinlega ekki komist, hann Geir vinnur okkar. Ég fæ örugglega úr því, sko, í kvöld hvað hafi komið upp á. En við erum búin að vera hérna með okkur síðan 4 í dag við Bjössi. Það var lagið Where is my mind með Pixies sem var lagið á leiðinni heim. Gott lag. Já, mjög gott. Þú hefur væntanlega séð Fight Club. Ég hef séð Fight Club. Það var mjög gott. Herri, ég fór á hann í bíó, í Laugarsbíó. Já. 99 eða eitthvað. Og það var fullur salurinn, þannig ég þurfti að setja á stól við liðin á sætaröðinni. Já, ok, ég passa mig á því þegar ég fyrir bíó, það kemur aldrei fyrir mig. Ég frekar sleppi það fyrir bíó. Já, ég myndi ekki gera þetta í dag. Nei. En ég var að pæla einu, myndirðu, sko, þegar þú varst að fá mig til að vera hérna á mánudöfum, bara í byrjun, og svo ef ég hefði mætt í útvarpið og anda alltaf svona. Svona svartöði? Þá varur ekki ennþá með mér, ég get lofa það. Og þú varur eitthvað, þið að hlusta á FM 9 og ég var eitthvað. Við erum að fara í lagið á leiðinni heim og ég alltaf. Það segir sér sjálf, þú væri farinn hérna. Hvað okkur? Bara þú andar svo hátt. Hann andar eins og svarthöði, við þurfum að reka hann. En við þökkum kærlega fyrir hlustunni í dag við Bjössi. Erum við ekkert að fara yfir dagskrá kvöldsins á Stöð 2? Nei, það er ekki núna, það er í næstu viku sem við förum yfir það. Og því miður fyrir þig. Það er bara að segja fólki að ferli líka klukkan 5:09. Það er ekkert annað. En ég er sjálfur að fara að horfa á Homeland. Homeland, já. Það eru mínu þættir. Já, það eru ógeðslega góð þættir. Homeland. Ég ætla einmitt, það verður þannig svona mánudagur hjá mér í dag. Hérna í kvöld, mánudagskvöld. Ég ætla að fara núna og sækja mig sushi. Já. Svo ætla ég að fara þegar ég kem heim í stuðbuxur og ból, sækja sængina inn í sveitarherbyggi, fara með hann inn í sjónvarpsherbergi, éta sushi mitt og glápa á sjónvarpið. Hvað ætlar að horfa á? Homeland frá því í gær. Ætlar að horfa á West Ham Stoke? Nei, ekki nema, nei. Ekki nema veiðir á hann og þú veist ekkert hvað þetta tippa á? Ég er ekki að fara að horfa á West Ham Stoke, nei. Ég nefnilega veit, þú veist, maður myndi vilja setja X á hann, en Stoke er bara búið að gera svo svakalega mikið í jafntöflum. X er mjög líklega úrslit. Ég held að Stoke vinni. Óvæntan útisigur í kvöld. Ég spáði að vera jafntefli. Stöðin 4 á Bet365 fyrir þá sem að vilja veðja þarna úti. Við verðum mættir hér á morgun við Pétur Jóhann því að Sveppi og Pétur alltaf skiptum vakt. Þannig að ég og Pési verðum með okkur hérna á morgun og ég og Sveppi á miðvikudaginn. Takk vel á mútið Rikka G sem er hérna rétt og mættur. Bjössi, takk hérlega fyrir daginn. Sömuleiðis. Við ætlum að enda þetta á nýjasta Bond-laginu. Það er Skyfall með Adele. Takk æðislega fyrir daginn. Heyrumst á morgun.